væri svolítið steikt að enda þessa seríu án þess að tala við aðal einstaklingin á bakvið þrótt. Án Heimis Bjarnasonar væri engi þrótt. Þetta er sá einstaklingur í framleiðslunni sem ber hvað mestu hatta. Allt frá leikstjórn, handrit, framleiðslu. Ég get ekki ímyndað mér hversu mikið af öðrum bara reddingum, aukaleikari, aftur aukaleikari. Þriðja skipti aukaleikari. Heimir, gaman að fá þig loksins. Takk. Þannig að já, hvaða hatta varstu ekki með á þrótt, svona ef myndið tellið upp, sko, ef mér skjátlast ekki, þú átt allavega 2 cameo í myndinni. Ég held, ég á eitt cameo þar sem ég að fá mér nefntobaka minn í Keri fjórhjól. Já, það varst þú, einmitt, ok. Já. Og svo er þannig jólapartí sína með jólasveinahúfu. Og ég að horfa eitthvað út ramman, ég að horfa á ramman, þú veist, ég er með videomonitorinn fyrir framan mig. Staffamyndin, 3, það er rétt, staffamyndin. Ég var að hugsa staffamyndin og svo mitt að koma hérna að, gæðum á, torfarinu eða hvað sem þetta var. Já, ég myndi. Og ég var svo voðalega heimislegur þessi, en kannski er þetta bara þannig svona í söguramma myndarinnar. Ég og Nicole sem hún skaut myndina, hún er líka á staffamyndinu, hún er hliðin á mér. Þannig að ég held ég heiti Engilbert þar og svo líka starfsmenninir sko hjá Vandali, bara aukaleikara sem er að labba bakgrununum. Ég held að við öll verið með nafnaskilti sem sagði Heimir Bjarnason. Þannig að þú veist, maður er alveg búinn að dreifa sér út allt. Það er ógeðslega gott. Og ég meina eins og líka, er þetta ekki bara í rauninni einhvers konar svona náin fjölskyldu súpa af kamjóum í rauninni, þetta bara staffaskilti út af fyrir sig og líka promoteringaskilti sérst í myndinni. Þú veist, ég meina, hvernig eru tengslinn þarna? Hvernig eru tengslinn milli? Já, þú veist, ég meina, ertu að nota, þú veist, bara systur, ættingja, bara einhvern skilur til að pósa, er þetta bara svona... Algjörlega, ég, sem sagt, fékk marga aukaleikara því ég gerði ársatíðavídeó fyrir tannlæknanema og ég gerði bara díl, ég skal gera ársatíðavídeóið og þið komið að leika fyrir mig í staðins að þykja laun. Þannig eins og þessi sem það er ein sem er á rosalega stóru sýningarstandi, hún er tannlæknir og svo notaði maður bara vini sína, þú veist, ég sagði bara, hvít skyrta, mæta hingað, ég þarf að taka ljósmynd og ég skal bjóða okkur út að borða. Og vini mína líka, svo glitaði Sindra Gretarsson hann líka. Tvisvar í sömu senu. Þetta var brilljant. Í Kattó, sko, þetta er einhvers konar nýtt met, sko. En ég menna, þú veist, ok, ef við förum algjörlega yfir í, þú veist, byrjunina á, þú veist, ekki bara byrjun á þrótt, heldur, þú veist, bara þú sem kvikmyndagerðarmaður, hvað einhvern veginn, bara svona, hvar var það spark? Þú veist, var þetta klassíska, bara, já, þú veist, fóreldrar mínir gáðu mér hérna litla kameru, DV-kameru, áður var það Super 8 þegar ég var yngri eða ég sá Spielberg-mynd eða Star Wars og var ekki aftur snúið. Hvað svona culminate fyrir þér, það var bara, mér langar í þetta. Það var náttúrulega líka á þegar maður er yngri, maður gerir sér ekkert grein fyrir því hvað, þú veist, ábyrgðarhlutur leikstjóra einu sinni er. Maður bara gera bíómyndir og fattar ekki ákvörðunartökurnar og já, bara allt þetta sem einhvern veginn svona fylgir með þessu. Já. Það hver var þinn reitur? Ég sko, í raun og veru, mér hefur alltaf langar á leikstjóru og það langt síðan að ég man ekki eftir byrjuninni, en ég meina, þú veist, ég var ekki með tengsl við kvikmyndagerðar fólk sem krakki og jú, mamma og pappi fíla alveg bíómyndir, en þú veist, bara eins og venlegt fólk. Þannig að það var enginn að íta mér einhvern veginn þess átt. Ég veit ekki alveg hvaðan kom, ég man alltaf eftir því að hafa séð Raiders of the Lost Ark. Ég hef verið 4 ára eða 5 ára eða eitthvað. Bara spólaði það bara á rúfu eða eitthvað? Ég held hún var sýnd í sjónvarpinu og ég man einhvern tíma þegar ég var eldri, þá vildi ég svo mikið eiga hana að ég keypti svona auðan DFD-disk og við vorum með svona tæki sem ekki tekið upp það sem var í sjónvarpinu. Þannig að ég bjóð til mitt eintak með auglýsingum og öllu og þú veist, jafnvel ef þetta Þýstöpp eða eitthvað, við byggum í Sviss en ég meina, maður gerir bara það sem maður þurfti að gera. Myndin er svo frenetic hvort sem er. Já. En það var svona fyrsta sem ég man eftir, en ég bara alltaf verið obsessed, þú veist, ég var bara 6 ára krakk í Sviss, ég bara að fara einn í miðbæ höfuðborgarinnar og bara finna bíó, þú veist. Já. En þá hlýtur það líka bara að hafa, já þá er það í rauninni svona hálfgerð rótið það ekki að, þú veist, þetta er fyrsta þetta er svo rótgróin tengingamynd að, þú veist, eventually ertu að horfa hana í, þú veist, 13. 20. skipti og hvað er þetta Spielberg-nafn? Já.
einmitt. Tengir eitthvað við þetta? Algjörlega, fyrst var það öll nöfnin og maður var ekki, hvaða lið þetta? Maður skildi að það kom Harrison Ford is Indiana Jones, maður svona, ok, ég skil, einhvern veginn hann Indiana Jones, ég veit ekki hvað þýðir, en ok. Og svo svona hægt og rólega, þú veist, maður byrja bara að spyrja fólk, bara, já, og hægt og rólega byrja að fatta svona hver gerir hvað, kannski ekki nákvæmlega hvað, en þú veist, leikstjórinn yfir og svona, og þá byrjaði ég einmitt að sanga mér allar í þessari þekkingu og var svona labbandi í MDB bara krakki. Já, það er alltaf þannig einnig hverju fjölskyldu fínt að ég eitt sem sérstaklega góður í bleikuspurningunum. Já. En þú veist, ok, þannig að það er alltaf, sko, þegar við erum leika besserwisser eða eitthvað, þá er fólk að reyna að fela kvikmynda kubbin, sko. Ó, ég tengi við það. En hvernig ertu þá í íþróttaspurningum á móti því? Ekki góður. Ég er betri í dag. Allt í einu fekk ég áhuga á fótbolta. Ég veit ekki hvernig það gerðist. Bara örugglega þegar ég fekk COVID, það hefur eitthvað klikkað, sko. Allir fundir sér nýtt áhugamál. En já, ég held mig í kvikmynd að gera spurningarnar. En þú veist eins og, ok, þú vildir vera kvikmyndagerðarmaður og þú veist bara, náttúrulega kannski gaman að segja frá því að þú veist, ég svona formlega kynnist þér í gegnum bara þína þú veist stuttmynd. Þú ert bara svona ég með hvað að segja bara, já, þú ert bara mennskælingur, þess vegna bara busári, ég man ekki varst í grunnskóla? Nei, ég var í 7. bekk. Varst í 7. bekk? Já, þetta í 8. bekk. Svo unglegur alltaf einhvern veginn. Ok, ég bara svona, bara hérna fæ ég bara mail frá, þú veist, ég hafði séð nafnið þitt á kvikmynda.is, svona hér og þar, víða, svo bara einhvern veginn, þú veist, byggðið mér bara að kíkja á stuttmyndina hérna, sem mjög svona expressív og þú vilt kannski segja aðeins meira frá henni. Já, þetta var stuttmyndin 2 vikur. Já. Sem var, já, en það var svona með fyrstu stuttmyndunum þar sem að, þú veist, við vorum í alvörunni að reyna að gera góða stuttmynd. Var ekki leiður að spila location í henni? Jú, ekki inni, að því að við gátum ekki aðgang inni, þannig að einhvern veginn var senan þannig þau áttu að fara í bíó, en í staðinn hittast þau fyrir utan og bara, það er ekki verið að sýna myndina, ok. En já, sú mynd fjallar sem sagt strák hann með stelpu og svo hættur rólega kemst hann að því að hann er samkynhneigður en í mansamt með þess að fyndi við vorum með 2 kött af þessari mynd. Eitt þar sem hann enda með stelpunni. Nei. Sem að, þú veist, þegar ég gera þessa mynd þá var það happy ending útgáfan. Það var myndin. Oh shit. Og svo gerum við hina útgáfana þar sem hann enda með stráknum. Svo safe crowd please útgáfan til öryggis. Já. En á þessum tíma, með samt áhugast á þessum tíma hafði ég ekki hugmynd að ég veri gay. Sko 0. Holy hell. Þú veist, ég horf á þessa mynd og ég er að pæla í handritinu eftir á og ég skil ekki alveg. Ég bara, á sínum tíma þá var þetta bara einhver mynd. Ég man eitt sem hókaði mig mjög snemma, það er að þú notaðir hann að needle drop, hvað er það, Dying in your arms tonight, sem ég tengdi alltaf hot rod. Og bara svona, já, og þannig er þú í myndinni að leika aðhlutverkið að máða með textanum. Já. Holy shit, þannig að þetta var í rauninni bara seedplanta fyrir eitthvað meira svona identity exploration. Fáránlegt. Shit. Mér finnst líka að fyndi við þá mynd, ég tók upp meirhlutin á myndinni, ég tók hann upp bara sjálfur. Senunar þar sem ég er, sko. Hann þetta var alltaf að hlaupa, íta á kameruna og hljóðið og svo leika og svo fara að skoða, var í lagi með þetta. Og það er svona í fórsbræðurum, þannig að leika öll hlutverkin sjálfur og er svo bara hann dansandi við sjálfur sig. Ég meina það er bara, þú veist, það er harkið. Mér finnst það líka interesting aspekt við eins og bara þitt journey í þessu sem er, þú veist, þegar þú ert ungur og vilt gera kvikmynd eða gera bara, þú veist, þín eigin verk, maður hugsa bara, tímana, þú veist, hvað þarf ég? Kameru, hugmynd, sögu, ok, fólk á skjánum. Svo eventually fer að koma með svona þetta step by step bara, vá, betur við þarf þetta svona ég hef ekki tíma í það, þeir vant að framleiðanda ok, flott, þeir komið framleiðanda þeir vant að set PA núna Mér finnst þetta einhvern veginn byrja sko á bara í hausnum að þú ert með einhverja mynd og svo bara, já, ég fer bara að gera þessa mynd sem er í hausnum á mér og maður gerir mynd eins og þessum tíma, þessa stuttmynd og svo horfum maður á hana og bara, nei, hún var ekki svona í hausnum á mér og þá svona hægt og rólega byrjar maður að púsla saman leikmyndahönnuður og þú veist og já, og maður ennþá að því í dag, þú veist það var ekki annan til að líta á rekk fyrir sig einmitt en mér sem snilt sko þegar ég sendi myndin á því að því á þessum tíma, þú veist, maður er í grunnskóla og maður er að sína þessar myndir og það er alltaf bara, þetta er rosa flott
þetta mjög fínt og maður svona, ok, en þú veist hvað get ég gert til að hún sé betri og með þess að þú veist, mjög gaman þegar ég sendi á þig og ég fekk bara alveg gagnrýni ekki slæma, alls ekki, hún var mjög næs en þú veist, bara gerðu svona og Já, þú veist, ég meina maður, það var alveg acknowledge að bara, sko, ég meina að hér er greinilega verið að vinna þetta svolítið sjálfur á hnefanum og þannig, en það sem náttúrulega bara stóð upp úr var expressive nature, skilja, það var undirliggjandi sál í þessu, þú varst ekki bara einhvers vildi bara gera glorified ársóttíðamynd sem bara, ég segi hvað, ég er mikill style guy á skjánum, það var genuine hjarta og einhvers konar, já, það var eitthvað svona brjótast út í þessu sem bara literally reynir svo verið svolítið case í þín tilfelli, en ég einhvern veginn hugsaði bara, wow, þú veist, fyrir einhvern að ég vissi ekki hvort þú væri nýkomin út eða eitthvað eða einu svona í líkingu við en ég hugsaði bara þetta er einhvern veginn svona bold centering á hvað sem þú varst að vinna með og magna ég fekk reglulega oft senda til mér einhvern svona linka eða stuðmyndir sem ég kom bara persónulega til mér með USB-kupa með nákvæmlega þessari sögu bara, já ég er búin að sína henni hérna í sal hérna fyrir framan ættingi og eitthvað það segja allir þessi frábært en ég bara, mér langar ég eitthvað aðeins meira þetta er þetta, eins og Jón Gnarr sagði ég var eins og nörd, bara svona að labba milli leikskólakrakka, varst að lita mynd wow, flott hjá þér þannig að þú veist, að geta fengið þú veist, eins og ég meina það náttúrulega verið að skilja hugsun að rínandi gags og þannig en líka, ég hef líka farið andstæðapóli, fólk hefur verið að biðja bara eitthvað svona, já, en það komið harðast útæringa og svo ég bara eitthvað, ok já, einmitt já, blokkaður já, en ok en einhvern veginn, já, það snýst alltaf hvað er intentionið sem einhvern veginn liggur fyrir hendi og að mér magna líka hver varst það búin að sína hana með þessu áður? Var þetta bara svona í skólanum? Já, hún var sýnd það var svona framhaldsskóla stuttmyndahátíð tókum annarsæti Hvernig var svona responsið frá þá eins og jafneldrum og öðrum svona við kontentin í rauninni? Var ekkert eitthvað svona hvernig ég líði? Nei, ég er nefnilega með þess áhugavert að það var og hefði ég verið í einhverjum efasemdum eða verið að hugsa gæti ég verið gay eða eitthvað svoleiðis ég hef aldrei gert þessa mynd ég hef aldrei sýnt hana publicly þú veist, þannig að það var bara þetta svona sletti aðeins svona carelessness bara, já, þetta er bara einhver mynd og það var, þú veist, ég man ekki alveg beint eftir viðtökunum en ég man að það voru engar spurningar, það var ekkert svona þú veist, er eitthvað svona þarft að segja okkur En ég með líka bara eins og ég nefndi áðan með bara svona að early seed planta hluti sem einhvern veginn, þú gerir ekki eins og grein fyrir að myndi síðan frúi svo allt öðru sig þú finnst þú afsakar þig með eina slettu ég tek þar allar Já, ég held að við bara rífum þann plástur af strax sko. og svo er mitt núna bara, þú veist, bara cut to í dag þú veist, frumurinn þín í fullri lengd er sýnd í Laugarásbíói sem, ef mér skjáttast ekki, það er þitt uppáhaldsbíó og þetta er ekki hugsað í plöggtilgangi, það er bara að þú leitar til þessa bíós út af því að skilur, þetta er út af sérstaklega AXL-salnum og bara Já, en líka, þú veist auðvitað er það flottur salur en minnst það er samt ekki svona aðal ástæðan, þetta er hverfisbíóið mitt þú veist, maður hefur séð bara svona helstu myndinar þarna og upplifa margt, þú veist einhvern veginn í þessu bíói þannig að þetta er bara algjör draumur Ég myndi svona bara sérstaklega eftir að gera það upp sko. Nú man ég ekki hvort ég sá ég hef ofta morgun sem fer í bíó með þér en fyrsta sem poppar við hausinn á mér er bara veist, að sjá Blade Runner 2049 þarna á þeim tíma og ég held ég að fara á þrisvarsinnum öll skiptin mismandi í bíó það var eitthvað svona auka þarna og magnaði þú veist að þú nota þetta sem exterior og svo mitt í dag, já, þetta er náttúrulega bara hér er endastöðin en samt í rauninu upphafið að nýja líf myndarinnar sem er, þú veist, þetta er bara hún er komin út, skilur við það er bara, hún er, nú má spoila nú má gera grín, nú má stúdera alls konar Mér er samt fyndið og minnst á Blade Runner 2049 af því það frábær mynd en bíófennum var smá svekkjandi þetta var, þegar salurinn held ég var nýkomum Atmos eða eitthvað herru, og ég er á leið á þessa mynd á þeim degi þá, ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist ég held ég að vera að synda eða eitthvað og bara, ég missi heyrn í hægra eyra og ég heyrði bara vinstra eyra á sýningunni og það vantaði þetta Mikið var hún falleg samt og rosa falleg En hvernig var fyrir þig að sjá þrótt í hverfisbíóinu fyrst eftir að hafa þegar marg hort á hana sjálfur klippari myndarinnar það er einn hattur sem maður glemdi að nefna þeir eru margir og mun allir einhvern veginn
það mun einhvern veginn við erum að snúa við hverju einasta grjóti hvað það var þar en þú veist þannig að já, bara þú kannt myndina hvað manna mest utan að já. En bara svona tiltölulega nýverið eða svona einhverjum vikum fyrir release þá fékkst að sjá hana bara svona bara full shebang. Mér finnst mjög áhugavert sko, einmitt, ég hef séð þessa mynd 100 sinnum, þú veist, örugglega miklu meira en mér finnst áhugavert einhvern veginn að sjá hann í bíó hvað það öðruvísi upplifun það öðruvísi taktur á senunum en það var mjög surrealist en ég held líka samt, þú veist, að þetta eigi eftir að settlast almennlega inn maður búin að vera bara á fullu senustu vikur og já, ég held að svona uppgjörið eigi eftir að ég sé stað bara what? Hvað búið að gerast? Mér var sérstaklega fascinating sko að ég sá hann þetta með þér að og ég hafði síðan áður einu af mínu fyrstu aðtöðsundum var bara svona ákveð mér myndi ekki að Pálmi Gesson hafi verið svona mikið í henni og þú tókst undir það bara sjálfur bara, já ég var að fatta það líka í klippinu einhvern veginn ég bara svona, já hann svona eitthvað smá í myndinni en þeim bara sann í bíó það bara og þannig er hann, og þannig er hann, og þannig er hann já, svona, já, bara, hann svona too old for this shit svona bæjarlöggan sem í flestum tilfellum myndi koma inn í einhvern svona byssuhlaðin climax til að bjarga einhvern veginn í málunum eða svona þræða og vera svona rétt á eftir áhörfundum eða öðrum personum að leysa allt en einhvern veginn skilju, hann bara þetta ekki svo mynd og ég fíla það hún fer svolítið svona sitt eigin lingó með líka sko og það sem að mér finnst þrótið svolítið samilegt með 2 vikur 2 vikur, jú skrifar það 2 vikur nei, reyndar ekki þetta var rosa einfaldur titill okkur vantaði titill alveg í lokin og þetta er andstæðan við þrótt fyrsta sem ég skrifa niður á pappír en með 2 vikur þá eru búinir að gera myndina, hún er tilbúin og bara eiga myndir ekki að heita eitthvað og bara myndin gerist á 2 vikum, ég meina en skurðis ástæði senni sko nei, joke, það var Grizzly Bear lagið 2 Weeks frábært lag sem er ekki myndinni af einhverjum ástæði nei hver voru já, við vorum myndin er þannig uppbyggð að og á það samilegt með 2 vikum að það er þessi undirliggjandi svona expressionismi fyrir hendi, þú veist, þú ert að segja og svolítið svona píla laugin af, þú veist, eins og hvað eru fjölskylduminstur og þú veist, skilyrðislaus ást til fjölskyldumeðlima hvernig, þú veist, mismöndi stéttir gera upp sár sín á milli og hvernig, þú veist, hvað er að vera innramaður og svona, já, það er alls konar það er svona fullt af svona floating konceptum sem mér finnst einmitt bara svona gaman að geta graspað yfir ofar öllu skilju að þú veist margir hverjir kannski fara á myndir og hugsa bara ég vil fá murder mystery og fá sér í rauninni svona eitthvað svona exploration á í rauninni bara ídjölum, gildum skilju, smábæjar hyggju og samfélagi og í rauninni mjög vel tímasettir í stúderingu og líka bara svona þessum smábæja kongi og bara sfæraveldi og bara svona the toppling of einhvern veginn, svona hierarchy. Þetta er þú veist ástæðan af hverju ég segi alltaf þetta er ekki who done it, þetta er why done it, þetta er rosa mikið klísju frasi, ég veit það. En málið er bara, ég hef miklu meiri hvað sem ég er svo forvitin the why, af hverju fólk gerir eitthvað, eða af hverju fólk er eins og það er og gerir hluti eins og það gerir, hver drap einhvern, já. Það skiptir mig einhvern veginn ekki öllu máli og þess vegna kannski finnst mér myndin ekki hún er ekkit þú veist að reyna að trikka þig endalaust eitthvað, hún gæti hafa gert það eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona eitthvað morðvopn heima hjá einhverjum sem er svo bara þú veist, afrit eða whatever það er engin svona tricks Grautfjallamyndina með svona rauðsíldum Já, rauðsíld með karakter sem koma þarna bara til að leiða þig og villa þig veg bara svona að því bara en morðsögur er líka svo mikið þetta er svona ákveðna svona partí þetta er ákveðin partígeiri þannig séð það sem að þú veist, fólk elskar svo mikið vera bara burtið frá núansum, það er bara eitthvað svona já, ég vissi það er þessi og bara eitthvað, af hverju gerðan það og hver er tengsl þetta? Ég er sama, ég vissi það og að taka exploration á því finnst mér vera svona það er svolítið juice í því að einhvern veginn líka bara koma bæði með svona þín eigin
þín eigin kommentur á bæði, þú veist, geiran, það er ekkert meira íslenskt bíó heldur, skilur, fólk tínir checklistan, það er smábæja það er eindin og þú veist, þú bókstæðlega bara með klestan hittir bara, þetta er þrótt, en hvað er svo, þú veist, meira kraumandi, sem líka svona, já, þar fylgir líka svona sitt eigi lingó með það að þú leifir þig líka vera alveg, þetta er prakkarlegur, hún er ekkert bara somber, allir einhvern veginn, það er alveg, þú veist, þú leifir þig að vera alveg bara svona, eins og Peter Jackson sagði, þú veist, if I go for the gag, if the gag's there, I go for the gag. Bara svona, af hverju ekki? Þú veist, og mér skemmtileg tilbending að vera að horfa eitthvað það sem er þetta morose, svo yfir í bara eitthvað svona, er þetta Seinfeld-reffi? Já, einmitt. Já, ég meina, ég fíla, þú veist, súran húmor, aula húmor og þetta er náttúrulega alls ekki grímynd, en eins og þú segir, ef að gag til staðar, eins og bara fyrirtækja nafnið Killing of a Sacred Deer, ég ætla að skjóta því en við fórum saman á hana, það er mynd sem er viðbjóðslega bara svona dáur svo fyndin, hún er ógeðslega fyndin og fólk heldur, þú veist, ég hef sagt nokkrum að horfa á hana og ég er ekki búin að læra að segja ekki við þau einhvern veginn að hún sé hilarious ég er alltaf að brenna með það sem er Nightcrawler og Gone Girl bara, finnst þú ekki fyndið fólk bara, þetta er ógeðslegt fólk í þessu myndum bara svona, það er djókurinn það er inspection Mér finnst það áhugaverð umræð einhvern veginn, sko, hvort maður þurfa að halda með aðalpersónunni þú veist, ég er ekki að segja að það sé ekki hægt að halda með neinum í þrótt en það, ég klálega ekki það var aldrei svona priority hjá mér að gefa þeim þannig qualities eða svona, snýst perspektífið og er unni bara svona hvar viðkomandi stendur og konveja það meira svona bara, ég meina, þú veist að einhvern veginn svona held ég með þessum er eins og bara, maður heyrði þetta svo oft í svona Hollywood terminology karakterin er ekki nógu likeable en þú veist, það skrítið hvernig einhvern veginn það þarf að víkja fyrir það en bara, en má karakter ekki bara vera athyglisverður eða bara svona núanst á sinnhátt og því meira sem er svona skjúað á gráusvæðin því meira svona, því meira einhvern veginn er til að gramsi, finnst mér ég sammála sérstaklega þú veist, ég meina þú ert með karakter í þessari mynd sem er svona bara ekki á yfirbólunum getur maður hugsað, ok, það er eitthvað fishy við þennan dúta, það er eitthvað en meiri sé að þó að eitthvað því sé rétt spáð hjá viðkomandi, þá eins og þú segir, þetta er wide on it, þetta er svona en þú veist, þú átt ekki að koma út af þessari mynd bara eitthvað, þetta er svo, ég vissi nákvæmlega hver þetta var og af hverju. Og með þess að það er samt áhugavert, þú veist, þeir sem hafa séð myndina að þrátt fyrir hún er ekki struktúruð eins og Knives Out eða eitthvað, þú veist, svona partí-morðkrimi en ég hef svona teikt rosalega hvað sem er, svona heated skoðanir, þú veist, það sem fólk er að segja ég var 100% á að vera hessi og þú veist, einhvern veginn að hoppa á milli og bara búa til bara einhver rök sjálfur bara life of its own það er bara, var það eitthvað sem er intention eða bara svona, næs ef að það gerist allt frá blaðinu eða bara svona gerjast það bara sjálfur sér bara þessi mynd er bara morfast í þessar túlkanir sem, og ef að fólki finnst það sustaina efnið við þinn það er bara meira power í það, sko ég held, sko, jafnvel að í mjög snemma þá var uppkast þar sem að við segjum bara hver morðingin er og blasir við 15 það var alveg þannig, ég bara mér alveg sama þú veist, mér langar að kafa í allt annað en svo var það svona, ok, það má alveg þú veist, það má alveg halda þessu aðeins aftur líka, sko, þetta er svo þægilegur fluti fyrir það einmitt, og sko, þú bæðir enda líka með valhoppandi struktúr með flashback og current tímalínu og flashback inn í flashback á einum tímapunkti ofan á það, þú veist, þú ert alltaf að target shifta milli þriggja lykil karaktera og inn í það þá er náttúrulega líka svo mikil alltaf þegar við, þú veist, pikkum upp og tökum við á gefnum staði í sögunni hjá þessum karakterum, þá er alltaf þetta svona, það er alltaf þessi kláði fyrir því að þurfa að vita meira svona, og það virkar svo vel fyrir áhorfandanum eins og þú veist, þau eru einhvern veginn bara svona að piggybacka með bara, ok, Arna, ég er með þér ég veit jafn mikið og þú í rauninni og ég man þetta var djók í tökum þú veist, tökuleg var búið að skiptast ég veit ekki hvort allir tóku þátt í því en það var orðið svona tím Arna, tím Ragna svona komnar fylkingar það er mjög skemmtilegt Hvað er súrasta túlkun sem þú heyrt svo far? Á myndinni, hefur þið heyrt eitthvað bara algjörlega whack? Bara myndin er all draumur eða hún er all draumur, þú veist Thomasar Hauser, eitthvað Já, einmitt
Nei, ekkert svona megasúst held ég, en ég hef heyrt bara svona mismunandi skoðanir það var eitt sem sá myndina og sagði að Sara væri illmenni myndarinnar bara alveg full on og ég bara, já, ok bara Gone Girl style já, ég veit ekki alveg hvað það sem, en nei, ég hef ekki heyrt neitt eitthvað megasúst en bara svona fólk hefur verið með mismunandi skoðanir sérstaklega myndin hálfnuð eða sem þau segja við með eftir á sko þegar þau eru að reyna að púsla saman sögufræðinum Þú nýlega benti mér á þetta er alveg frekar athyglisvert dæmi þetta með þetta fyrst við megum í rauninni ræða myndina fúi bara spoiler í rauninni en þessi Gone Girl líkindi svolítið athyglisverð Já Það er útskýra aðeins fyrir fólk Mér finnst það mjög áhugavert. Ég sá Gone Girl þegar hún kom í bíó. Ég var að við spillum með Gone Girl, hún er reynda frábær pásið, horfðu á hana, komið svo aftur Við erum líka að spilla þrótt þannig að pásið, farið í bíó, komið svo aftur Já, í Gone Girl þá náttúrulega hverfur hvað ég man ekki hvað hún hét Amy Rosamund Pike, já Rosamund Pike hún hverfur og allir halda að hún hafi verið myrt eða eitthvað Seemingly hafi verið myrt af maka sínum Já, einmitt og svo kemur ljós að hún var ólétt og svo var planið að þau að finna líki hennar einhverstaðar í einhverju vatni þannig að þetta er, þú veist, sagan sem að Amy vill presenta en hún er náttúrulega alveg bara á lífi og er að sveisið þetta á þessum tímpoti og ég horfði á hana aftur daginn og ég hugsaði bara sagan sem að Amy er í raun og veru að reyna að presenta að þú veist sviðsetja í Gone Girl er að einhverju leiti það sem gerist í alvörunni í þrótt konan er ólétt og er myrt af maka sínum þannig að ég stala þess ekki, ég lofa og enda er þetta náttúrulega ekki þú veist glænýtt þú veist, þessi element sko Það er oft sagt að sko að góði listamenn þeir skapa, betri listamennir þeir stela en aftur aðeins yfir í hverfisbíóið þú veist, þú ert náttúrulega bara hardcore kvikmyndan nöttari basically rosalega og þú veist, og mér finnst það alveg mjög verta einhvern veginn að bara svona acknowledge og þú ert líka bara aðlæta veð ekki, veist mér, bara svipa á ég í rauninni, þú dreifir einhvers staðar línuna þú veist, þú getur hort á söngleiki, pólitíska thrillera þú getur hort á barnamyndir whatever. Ég held að eina sem ég horfi á allt en ég set smá standard á romcoms ég get ekki hort á hvað sem er ég er ekki að setja What's Your Number í tækið þannig að en ég meina, ég horfi á allt What's Your Number, já, Chris Evans yep. Það er svo mikið lokkar En þú veist hvað ég meina með hvaða tegund af þú veist ok, off-air segir þú nýbúin að horfa á Friends with Benefits aftur já. Sem er alveg vel likeable mynd myndur þú segja að það er þá að sína eitthvað svona sem fer aðeins út fyrir normið er það bara svona alls ekki, það þarf ekki eins og fara út fyrir normið að ég elska klísjur það þurfa bara að vera vel gerðar þetta er eins og myndin Warrior klísja en hún er svo vel gerð hún er svo skemmtileg og saman með Friends with Benefits bara, þú veist, hún er klísja en hún gerir eitthvað svona einhver meta-jokes romcoms og hvernig það eru teknar upp og eitthvað svo leiðis en ultimately þið finnst vera auðvildast eða þið finnst vera svona mesta færabandi ofti liggja í því að bara tjörna á romcomum sem bara checklisti þetta og þetta og þetta gjör svo vel, bíómynd, tala það kannski meira Já, sem er alveg, þú veist, doable en þú veist, það þarf að vera chemistry og það er alls konar hluti sem þurfa að ganga upp en samt, talandi bara mismunandi tegundir af bíómyndum ég hef haft eina skoðun frekar lengi að það eru raun og veru bara til tvær tegundir af kvikmyndum sem geta einungis verið kvikmyndir í raun og veru drama gæti mögulega verið leikrit og svona söngleikamyndir og hrollvekjur finnst mér vera svona ég er ekki að segja uppáldið mitt en það er svona the ultimate kvikmyndagerð þar sem það verður að nota öll vopninni eða þú veist öll tólin í töskunum bara þú veist, já allt frá kamerasettum í bara sjónarspil og alls konar svona hvað sem er, já, bara pomp and circumstance basically bara já, cinema magic meira að meina einmitt. Þannig ég hef náttúrulega rosalega gaman að þeim, þú veist, að því mér finnst bara gaman þegar
en svo bara, þú veist, West Side Story núna sem Steven Spielberg var að gera þú veist, það er bara öllu kastað í þá mynd og það rosa gaman að ráða. Ég veist þetta líka bara eitthvað skonar bara miracle work í þessari kameruvinnu og líka, þú veist, og mann finnst svona fleiri og fleiri myndir vera farnar að svona tilengja sér það, sko, að bara, þú veist alltaf hvar editið hefst og kameran einhvern veginn orðin bara fulli fann að rómi einhvern svona bara digital dróna eða eitthvað þessum, sko, þetta orðin svo fluent, eða svona fluid sem rytmendir, svo nýlega bara með Elvis, með Baz Luhrmann, skilur, það er bara svona, þú finnum alltaf fyrir sequences sem þetta er bara svona rúlar. Nei, og góð trailers. Já, það var mjög góð trailer, gott highlight reel, 2,5 tíma highlight reel. Í svona samhengi með svona flæði hugsa ég ofta eins og Spring Breakers er bara fever dream þegar horfur hana, bara svona, hún er bara svona lekur inn í næsta atriði og áður veist að þú ert komin hingað og þetta er svo mikið, þú veist, aðeins það hvað við erum vöndi að kveikmynd að gera hólfveikmyndin allt svona, kveikmynd þarf að vera svona til að sé í alveg svona bíómynd, svona objectively góð mynd, hún þarf að hafa 3 akta struktúr, annars er þetta í bíómynd svona, og meðan skilur flesti breytir handriðsveitar, hvort sem þetta er Aaron Sorkin eða Tarantino eða bara whomever, það er bara svona fuck that shit, nei já, þú veist, mér finnst þetta fyndið, ég auðvitað stúderaði rosa mikið, þú veist handritsreglunar og las Save the Cat og Story og ég raun og veru brýt aðra regluna í þrótt alpersóna Ragna hefur engin markmið ekkert eitthvað svona hún hefur náttúrulega wants eða svona needs hún vill náttúrulega bara til að útskýra gistið, hún er bara í orðsins fyrstu merkingu eða svona hún er bara týnt, bara stöðnuð ofan á harmleik og óróa sem er í gangi og hún á ekki heimann einstæðar, þú veist, hún greinlega átti heima í Reykjavík en bara það var ekkert þar, það er ekkert nám, það er ekki fjölskylda þannig að hún eldi bróðir sinn á Hvolsvöll og heldur að kannski er eitthvað þar en þetta er mjög passív alpersóna og það var bara regla nummer 1, ekki vera passív alpersóna en þú veist, þetta er svona líka eitthvað bara hvað húmorinn minn er skrítinn, þetta er náttúrulega ekki fyndið en fyrir mér finnst mér það mjög fyndið að vera með passív alpersónu sem bara einhvern veginn þú þarft að íta áfram, það þurfa hlutir að gerast fyrir hana einhvern veginn. Mér finnst það samt alltaf líka að leyfa sér þegar þú ert með kontrastings og 2 aðra karaktera með, þetta er þessi píramíti af karakterum sem er svo þú veist, athyglisvert aðeins með svona pinpointa, þú veist, það er þá Ragnar, Arna og Júlíus og ekki bara, þú veist, tengipunktandi þeirra heldur hvar við mætum þau öll í byrjun sögunar þetta er einhvern veginn svona diktitast að því að við vitum í raun ekki bara svona, basically Ragnar er svolítið bara tómur pappír bara í fyrsta aktinum vegna þess að þú veist, ég bara við og það er ekki fyrir einhvern veginn eins og bara í senunum með henni og Thomasi Hauser ok, það er þessi auka baggage, emotional baggage ofan áskilur, happy flashback yfir í þú veist, cozy og hlý jólin sem bara þú veist, mér fyndi að þeir tók upp jólasenu að sumri til. Já, svo erfitt. Ég get ekki ímyndað annað. Hvað, þú veist, var bara barricada húsið. Já, það tók held ég 6 eða 7 tíma að bara drappera setja svarta drappringar yfir villu risa hús og svo þurfti að finna jólatrí og ég vildi alveg jólatrí hvenær veit maður þegar svona nóg er komið af nógu jólalegt þegar skilur þetta skjóta í hvaða júni, júli og svo bara svona, ok, nú er komin alveg þetta. Ég meina, við litum framlega jólabjór bara, what? Ég veit ekki hvort það hafi verið alveg jólabjór í flöskunum en þeir allavega útbygguð hana merkinguna og við fórum alla leið með það er cozy og hérna yfir í það sem við vorum með struktúr á þetta og þú veist, aðalpersónuna hvað fyrir í þínum huga er svona það er eitthvað svona þrúlæn eða svona eitthvað kjarni, myndir þú segja að kjarnin sé í súmmenningunni á þessum 3 karakterum eða í rauninni fyrir, þú veist, er það æðri hugmyndafræði, hvað svona þú veist, þegar hugsar og leggst inn í handrit og hugsar, ok, ég ætla að gera mjög passíva persónu, hvað tekur svo við fyrir þér, er það upplifunin eða viltu í rauninni bara svolítið svona leifa myndinni svolítið að finna sinni eigin rytma? Já, ég er náttúrulega ákvað í raun og aldrei, hún væri passív, ég bara hei, hún er passív check, nei myndin algjörlega fann sín einn rytma að miklu leyti ég alltaf með erfitt með að útskýra einhvern veginn hvernig hún kemur til af því að
þú veist þetta bara svolítið eins og að fara út að veiða að skrifa handrit jú, þú getur alveg lært að kasta betur en þú veist, kannski kemur fiskur, kannski ekki einhvern veginn, en jú, myndin fyrir mér hún þrúlæni í gegnum alla 3 persónunar, þú veist, með þess áhugavert að skoða einhvern veginn sama viðburð eða þú veist, svona sama áfallið í gegnum bæði 3 mismunandi persónuleika og líka náttúrulega að þau tengjast öll fórnarlambinu og allt öðruvísi hátt. Alltaf gera og líka bara, gera og líka stigsmunir og milli þeirra líka bara innan, þú veist, svona sem respektið innan samfélagsins og svona. Já, algjörlega, Ragnar náttúrulega bara alveg neðst. Júlíus, ég veit ekki hvort það efst, en hann allavega vill vera efst, eða heldur hann sé efst. Arna bara út fyrir. Já, Arna vill bara ekki koma nálægt þessu. hún einhvern veginn, hún í sömu stöðu Ragnar myndi ég segja, nánast, nema hún telur sig, eða þú veist, gera það viljandi sem varnar mekanisma bara einhvern veginn, ég bara loner í raun og veru by choice. Og svo gaman líka sko út af því að en þú veist, þú talar eins og bara að fara í veiðuferð, þú veist, bara þú ert að fara að skrifa handrit og fyrsta sem þetta eftir huga bara titill, þrot en einhvers staðar í það hlýtur að blunda svona, já, ef ég ætla að gera mynd þá langar mig að koma einhver til skila með þessa hugmynd, eins og við höfum verið að koma inn á með, þú veist þarna hvort sem það bara, þú veist, viljandi eða eiginlega bara einhvern veginn, svona eitthvað sem bara blæðir af þér sem einstaklingi inn í verkið, það einmitt þessi skoðun á fjölskyldumynstri sem kemur þarna inn og allir karakterarnir með svona ákveðin mótíf út frá því eins og að, þú veist, Arna að náttúrulega í rauninni bara svona komast til botna þessu, hún basically sinni ein revenge-mynd, hún vil bara hefna systur sinna með og svo ertu með náttúrulega, þú veist, Rögnu sem veit bara ekki upp eða niður hvað snýr með hálfbróðurinnar eða stjúpbróður. Nei, hún veit í raun og veru ekkert hvað samband þeirra sko, hvað heitir þetta? Það eitthvað orð fyrir svona, þú veist, einstefnu samband sem allir sumir gera við YouTube bara, þú veist, halda bara þeir eru vinir mín, þú veist, og þetta rosa mikið þannig með Rögnu og Júlíus. Hún í raun og veru búin að gera sér upp eitthvað ákveðið samband sem náttúrulega bara ekki til og það náttúrulega að hrista það af sér ef hún ætlar að vera sín ein persóna, ef hún ætlar að gera eitthvað, þú veist, og fá það sem hún vill. Þeim meira svona sementað af því að Júlíus vill vera þessi all-towering bæjarfígúra þannig að þú veist, hún að fara svolítið svona eins og hún eigi ekkert breyk, hún bara, þú veist, það þessi mythíska mynd af þessum já, þú veist, hann rosalega mikill huldumaður einhvern veginn, sko, og greinilega símingi lokaður og það hvernig við erum að sjá hann díla við sína sorg vegna þess að, þú veist, hans sorg primarily fer mjög djúpstætt í bara, þú veist, hans eigin svona, já, það hans, svona, í hans huga kjarnafjölskylda hans í rauninni að fara að splundrast það svona setur hann svolítið svona af sínu, þannig að þetta náttúrulega maður sem að og strákur á þeim tíma sem það gerist að pappa hans flyttur heimann, ég veit ekki alveg hversu margir að fara að pikka upp á því að því við náttúrulega gerðum allt svona í svona fantasíu senum í staðan fyrir að gera venjuleg flashback en já, honum hefur alltaf langað í þessa kjarnafjölskyldu, þú veist, hann svona svolítið íhaldsamur, hann vill húsið og hundana En ekki svolítið gaman líka að geta leikið sem með abstraktismann þar sem þú hefðir easily geta farið í bara basic flashback, bara eitthvað svona mamman reykjandi, sína mikið athygli og fer frekar í svona mood sem getur verið svona manifestation af hvað hann að gera upp innra með sjálfum sér. Það mitt, eins og ég myndi sjá það væri svona why done it hlekkurinn. Já, og þetta var í raun og veru sko, þetta voru venjuleg flashback til að byrja með en svo einhvern veginn, þú veist, við vorum að skrifa senunar og það var dialógur í þessu og svona, en hugmyndin var alltaf bara, en þú veist, það bara tilfinningarna sem við þurfum að skila af okkur eða þú veist, það bara ákveðin mynd sem við þurfum að skila, bara þannig að mamma, pappi fer, þú veist tökum þetta bara niður í einmitt, kjarnan, þú veist, bara þurfum ekki að hafa einhverja full blown senu, bara sínum bara þess að þetta visual búið út. Ég meina þetta dansa líka svo mikið við þemun sem eru þegar established, sem rosalega mikið identity, leita identity og þú veist Guðrún Gísla kemur sjálfur unni bara, þú veist, ég bara feika það til að meika það, skilur
En ég meina, hei, ef þú stendur þig vel í því, hver ég að segja þú sett ekki að standa þig, skil? Einmitt, ég er mjög fyndið ef hún hafi sagt þá setningu, sko. Ég man alveg, þú veist, á tökudeginum og ég horfði á setninguna í handritinu og það var bara svona, já, ég er að fara að láta hana segja fake it þangað til you make it. En það finnst mér að líka að miklu leyti vera, hvað segir maður, svona the thesis að bara myndinni. Já. Bara stigmatísering í rauninni á bara, þú veist, hvort maður valdastaða eða bara hvaða, bara einhvers konar power position sem þú heldur, skilur, svo bara Ragnar gerir sig grein fyrir því í byrjun versus enda myndana, bara ég þarf að gera eitthvað ef ég á að hold my own og aðrir að hlusta á mér, annars verður einhvern veginn bara trýta hana sem úrrak. Já. Þannig að hún tekur svona þessar periódur og líka, og mér finnst þetta enn fremur undirstrikað að í einu sinni, þar sem þú sérð hana og Júlíus, bara þau systkinin basically, gera eitthvað eftir andlátið. Já. Stóri fókuspunktin í þeirri sinni er Júlíus að vera bara eitthvað hægt að rembast. Þú getur farið í kjólinn af látnu konu minni, en þú ert samt bara þú, og hann er basically bara að raðrakkana niður sem maður fær sens fyrir því að gæti hafa verið gamla minnstrið bara svona growing up í rauninni. Hann bara, nei, ég ætla að vera stælgæinn, sko, verð þú bara hérna og meðan ég fer hérna ofar þá fyrst svona. Mér finnst þetta svona frábær ráðgjöf hjá honum að rembast, af því þú veist það er líka vandamál einmitt, þú veist auðvitað er hann kannski ekki alveg að meina þannig, en mér finnst þetta fínasta ráðgjöf, af því þegar Ragnar er að rembast og er svolítið vandræðaleg eða þú veist þá gengur ekki upp, sérstaklega maður að rembast að vera eitthvað sem maður er ekki. Þú veist, það er aldrei að fara að ganga upp. Ég meina sérstaklega eins og já, hún fer bókstaflega í kjólinn á En ég meina fyrst við erum í spillum, þú veist, það er alveg spurning með endin hjá henni hvort hún sé á stað sem hún á að vera á eða hvort hún sé ennþá að rembast, þú veist, mér finnst það alveg svona. Ég vil kannski ekki endilega bomba öllu sem mér finnst það, þegar ég tek smá svona kannski frá því. Það má ekki gefa svör að það má sín einhver útreikninga, kannski. Já. En eins og með það að, þú veist, það er hægt að horfa á þannig, þú veist, basically að Guðrún Gísla, Dísa sé meira minna bara, þetta er Ragnar eftir x ár, eða gætorðið, og þá er spurning, er Ragnar þá kannski að fara að taka sitt eigið spinn á þessa ímynd er hún einhvern veginn bara að fara að óna það að þetta er allt reisastórt scam fyrirtæki og hún er bara, hei, ef ég finn mitt place þá er ég að óna mig svo lengi sem ég er mitt eigið thing. Þú veist, verður hún ennþá Ragnar eftir 15 ár, verður hún Júlíus, þú veist? Akkurat. Þú veist, verður alltaf þörf fyrir að vera svona, ég veit ekki, einhver svona þessari þessi vandaleg mafíu. Já. Mér finnst það svolítið interesting touch, sko, og súmur og svo vel svona íslenska, svona þjóðirnis smábæhyggju. Já. Og hvað, eins og bara með það er bara vandaleg aspektin. Þú veist, þú basically komið þetta í worldbuilding hérna inn í myndina, svona litlu myndina. Hvenær inn í prósessu kemur þetta bara, já, af hverju ekki píramídasvindl og smá svona. Sko, það var alltaf þannig að Júlíus átti fyrirtæki og í eldri útgáfum þá var það bara svolítið svona bakgrunnur. Það var ekkert verið að fjalla mikið fyrirtækið, bara það er eitthvað fyrirtæki og að því að Ragnar vill vinna hjá honum þá er hún sendill og svo byrja að hugsa bara ok Júlíus, hvað myndi hann gera, þú veist, hvers konar fyrirtæki væri hann með, og svo var ég boðinn á svona fund svo kynningafund. Já, kannski hjá fyrirtæki sem ég ætla ekki að nefna og þá bara, og ég fæ klukkutíma fund bara hvað þetta er frábært, þú bara kaupir hérna kaffi á alls konar og þú veist, ég auðvitað bara nei takk, en mér fannst þetta svo áhugavert og ég held að í senunni þar sem að Lukas og þetta er svona svo köld, sko, pínu. Þetta er bara rosa köld og í senunni þar sem Lukas og Sæli eru að pitcha hana fyrir gæjan, ég held að, þú veist, línuna eru bara orðréttar, náttúrulega auðvitað þétt aðeins, svo að þetta er bíómynd en já, það var bara þar kom innspóð, ég bara píramídastill það er aldrei sagt píramídasvindl. Nei, nefnilega ekki, en það er samt svo mér finnst það magnað hvernig við bara tökum það bara strax frá því en líka sko að þetta blatantly kynna myndina á bara svona, hér er infrastruktúrin á þessu fyrirtæki og við vitum í raun ekkert Júlíus at this point. Við vitum að Júlíus er dýrkaður þannig að þetta er bara svona, bara play along við ekki. Sýstu mér
hvað var það, protein steikstangir eitthvað svona það Já, það var sko nýja varan já. Það er auðvitað eitt uppáhaldsmomentið mitt í myndinni þegar Guðrún Gísla sko í handinu stendur protein stangir og hún segir stengur og mér finnst það svo skemmt en mér finnst líka bara að það er risa plot point í einhverju krimma bíómynd sko hvort að píramídarsvindl getur bætt við nýri vöru auðvitað er það bara means to an end það er ekki, já En sér þú sem þannig að Ragna er svolítið svona í sínu uppgjöri á Júlíus hún bara svona, ok, ég veit nákvæmlega hvað það snýst og ég veit basically með hann og myndinni hvað ég get svolítið gert. Ég er ekki beðin svörin, er bara svona gætlínan að þú veist, finnst þér eins og þegar það líður ekki rosalega langa tími milli þess að þú veist, hún er hérna að rembast yfir í því síðan bara stuttu setna heyra, ok, ég er með þetta og nei, þetta er ekki fasi, ég ætla að óna það. Hvað er svona, í hverju er þetta stökk fyrir þér? Í fyrsta lagi held ég að hún sé á smá adrenalín kikki bara í fyrsta lagi við uppgötva sko að armbandið hennar sem er bara mikilvægast í heimi fyrir henni að því að hún heldur að hann kom frá Júlíusi en náttúrulega ekki frá Júlíusi og þá slitna þau samband og svo bara með kjólinn og þetta Júlíus þú veist, ég held hún sé bara einhvern veginn smá í svona adrenalín kikki þegar hún mætir niður í vandalegi með þessa kynningu eða þú veist að reyna að fá þetta starf hjá Dísu en hún er líka bara komin á vissan breaking point með bara þú veist það er eins og hún sé kannski búin að hugsa ég ætti að vera komin lengur en ég er bara svolítið, svona, hún er svolítið að bænka á tengslanetið hei, bróðir minn ég þarf eiginlega bara að bíða og það on its own er rosalega íslenskt það sem margir er bara næstur í ættlínunni bara ég fæ starfið 2 ár það er ekki gerð neitt Já, ég held að Ragna þú veist, bara mín skoðun er Ragna gerir hún mikið úr tengingum eins og til dæmis, þú veist, í flashback-senu þar sem hún er að tala uppeldi hennar og að sko að Júlíus hafi farið að heiman snemma og að uppeldi hennar var svo hræðilegt að því að mamminar var í raun og veru þunglind og það er eitthvað drauma, þú veist hann að það er einhvern veginn eins og Ragna bara henni líður eins og manneskjunni sem hún vill vera tengd við einhvern veginn, það er svona, hún er ekki mikið að pæla í sjálfu sér að vera sín ein manneskja og ég er ekki beint að setja þú veist að jákvæðan hatt sko, ég er að meina að hún er að kenna mömmu sinni bara, þú veist það var að þinni ábyrgð hvernig mér líður og svo sama með Júlíus og það eventually kemur svo tímpúndar sem að það er ábyrgð einstaklingsins bara ætla ég að hengja mig á fortíðina sem eitthvað sem er að móta mig eða get ég yfirstigið og móta mitt eigið var það alltaf en ég veit ekki alveg samt hvar hún stendur sko þegar myndin er búin þess vegna er loka skoti af henni þú veist það er eitt final skoti af henni og fólk hefur spurt af hverju er það fyrir mig er það bæði bara leið til að klára myndina þú veist einhvern veginn bara aðeins að keyra út bara svona svo þegar laga feitar en þetta er líka smá svona Rorschach test einhvern veginn hvað hugsa fólk að hún sé að hugsa en kannski er bara Dísa nýju Júlíus sko og allt sem að Ragnar gerir og hvernig líður það bara fer eftir Dísu sko, í hver veit Já, betri Júlíus, hver veit Mér finnst það með þægilegt hvað Guðrún Gísla púlar það svo vel að vera mjög ambiguous sko, bara út af því þú ert búin að freyma vandaleg fyrirtæki sko, með þessum svona basically bara svona sölutapa rasshausum en samt hvað hún er rosalega greiðlega svona koordinatuð, verið svolítið svona með einhvern veginn svona sitt á hreinu svolítið sko, meira þessi í þessum hremmingu sem er að eiga sér stað og meira þessi hvernig hún bara flytur upplýsingar til Rögnu bara svona, já, hérna, ég skal bara segja hérna hvað þetta er með svona vissar bremsur á en hún er bara eitthvað svo, þú veist, maður fær aldrei tilfinningu að Dísa sé að missa kúlið annað en náttúrulega það sem er að gerast fyrir Júlíus, þannig að einhvern veginn sko, já, hierarkíin er öll að breytast en þá kemur líka spurningin eins og veist, held ég með því, skilju, það er hægt að plæða það líka, ég vil halda með því að Ragnar actually bara, skilju, sé bara einfalda bara betri manneskja á morgun heldur en í fyrradag, skilju einmitt og er, þú veist, og það er náttúrulega alltaf gott og slæmt í öllu, þú veist, það er gott að hún sé að slíta tengslin við Júlíus, þú veist, að því það voru engin tengsli að byrja með, það var bara ímyndið með svona projektuð svona tómarum í rauninni bara, veist, við erum svona blótengt
það ergo ætti þetta að vera eitthvað meira svona þannig og mér finnst mjög athyglisvert og þetta, sko, já, þetta hefur líka verið gegnum gangið í íslenskum kvikmyndum alltaf þetta svona ættartengslin, fjölskyldudrama mikið nota orðið fjölskyldudrama en oftast hefur mórallin eða skilabóðin hallast í áttina því að en hei, fjölskylda skilur bara svona above and beyond, þetta svona serious allir bara svona nei, stundum það bara ekki þannig stundum kemur bara fyrir að bara svona já nei, einstaklingur A eða B bara eigi ekki samleið í lífinu og það allt í lagi og mér finnst magna líka hvernig Hollywood búið að vera meira svona að íta að mikilvægi svona importance of found family hvort sem Fast and Furious eða Guardians of the Galaxy sem bara að fjölskyldan hvar þér líður vel þarf ekki að vera blóðtengslin Nei, það sko í raun og veru blóðtengsl þýðir ekki neitt og án ég held áfram þessa pælingu þá ég mjög heppinn með mína fjölskyldu og alla ættina og bara mjög ánægður og það skiptir ekki máli hvort það skildi ekki, ég held við erum bara góði vinir Það finnst ekki útrása frumurinn Alls ekki en það mín skoðun sko, bara að blóðtengsl í raun og veru þýða ekki mikið, þetta bara einmitt hvernig lífum manneskjunni og já og það einmitt, þú veist, skoðað svolítið mikið í myndinni rosa mikið tala systkini myndinni ég held að ég var að fatta að eina manneskjan sem að þú veist, ekki talað með í systkini Dísa allir aðrir, jafnvel þóttu sér bara í sekundu eins og Jonni með litlu systur sína en já Var það alltaf bakað inn í handritið að armbandið myndi svolítið vera það sem tengipunktur persóna svona upp á rauninni svona... Í minningu allavega mér finnst það ég hef rosa gaman að því að gefa props sem sagt gefa leikmunum eitthvað hlutverk bara, já að þeir þýði eitthvað og já symbolismar og myndmál meira að minna en líka eins og talar þú veist, og með því að skjóta sérstaklega að þú eigir góða fjölskyldu það sýn líka bara svona já, hvað ef ekki skilju, sem svona valid maður þá fastu bara þú veist, ef maður ekki ánægð með einhvern í fjölskyldinu þar maður þá bara þú veist hvað, má maður ekki bara segja bæ, skilja við tengslin sko, það svolítið, þú veist, svona pælingarnar sem ég hef verið að velta fyrir mér sko, en blessunlega þá þarf ég ekki gera neitt svoleiðis Þegar þú varst bara alveg að feysa tökurnar á myndinni myndirðu segja þið sjálfa þig á þeim tíma já, ég var fully undirbúinn Nei Hvað var svona, hvernig upplifur svona learning curve-in að sjá að þú veist, 20 hattar eruð allt í 30 eða þú veist, lausnir kröfið síðan annara lausna Sko, það var bæði rosalega scary en líka bara frábært, þetta var náttúrulega frábært tökuleið ég held ég að vera yngstur eða næst yngstur í tökuleiðinu og allir með svo mikla reynslu þú veist bara þannig að það var mjög yfirþyrmandi einhvern veginn að mæta fyrsta dag og bara herru, ég með minnsta reynsluna hérna en á saman tíma þá get ég lært eða þú veist, ég get nota allir þessa reynslu Já, líka þú veist, þetta svolítið aftur verið Tarantino sem með þetta þegar hann var á Reservoir Dogs settinu hann alveg færi með þetta uber inferiority komplex bara gá þetta allir hérna í kringum mig sem hafa eitt meiri tíma á settum en ég þessir hafa verið hérna í áratugum að þeir að gera þetta og vera gripparar og eða bara nefndu það en svo bara hvernig stendur hann sjálfan sig að hugsun og segir já en enginn þekkir söguna betur en ég Nei, einmitt sem líka svolítið það sem að fólki í kringum vill svolítið Þú veist, að því raun og veru á setti þá bara hlutverkið að svara spurningum nánast það bara, þú veist, búningahönnur kemur með 2 hluti hægri og nei, já, þú veist það er mjög kósið að vera á setti það er pre-production sem það erfitt en líka því við erum með svo marga tökustæði og marga leikara mismunandi tímum og þú þarft einhvern veginn bara, þú þarft bara ákveða að byrja tökur það er bara þarna byrja við sama hvað og það var bara lest sem stoppaði ekki þú veist, við erum í tökum rosa langa daga klárum tökur og svo ég og Nicole eigum svo 2 klukkutíma, 3 kannski að fara við morgundaginn og fara við skotin þú veist, teikna upp skotin í sömum tilfellum Þau kynntumst í Prag, var það ekki? Jú Já. Hvernig myndast þú dýnamík með þín og Nicole? Hún var með mér í Prague Film School en við vorum Nicole Good, eða ekki? Jú, Nicole Good
hún þóla ekki því ég segi fullu nafni hennar en þetta á íslensku hennar Nicole Elizabeth Good sem er bara mjög flott en já, hún var í Praga-filmskólanum með mér á sama ári og ég en við vorum eiginlega ekkert vinir við tölum ekkert saman, vorum mismandi bekkjum og það var ekki fyrir alveg undir lokin þá sem sagt Amog sem að skaut alla myndina mínar, hann fór á Berlinale og á sama tíma og ég átti að skjóta 5. verkefni mitt og ég veit ekki, það var bara eitthvað ég bara fór og spurði Nicole hvort hún myndi vilja skjóta hana og það var bara svo rosalega gott vinnusamband og þú veist, við getum sagt hvað sem er og við getum gaggrínt bara algjörlega án filters þannig að, já, svo vorum við alveg að fara bara, það voru allir bara að fara heim, ég var að fara til Íslands og eitthvað og þá svona laumaði þessu aðinni bara herðu, langar að skjóta bíómynd það er rosa gott vinnusamband milli okkar af því að ég er ekki mikið fyrir að tala þannig að það er algjör snild að vinna minni Nicole hún bara lesa handritið og við ræðum það aðeins og við skoðum reffa og þú veist, síninni skot sem ég teikna, ég kann ekki að teikna það er hræðileg en, og svo er bara gerist þetta og setti ég við bara horfum á hvort annað kingum kolli og svo segi ég ramman og ég bara já, einmitt, svona var hann í haustum það er bara hárrétt sem akkurat kom ekki þegar þú varst að gera 2 vikur af hverju þessi myndi ekki svo að meira í haustum með mér þannig komponentið að vera ekki sjálfur að fara ít á rekk og síðan hlaupa aftur á markarinn og mér finnst þér að vera smá leiðilegt hvað ég er með marga hatta af því þú veist, mér finnst svo gaman að vinna með fólki og bara kynnast þeirra stíl blanda saman stílum þú veist og að því að þú veist það sem leikstjórar gera, leggja niður tónin það þurfa allir að vinna með sama mood og þú veist, sérstaklega myndið eins og Þrótt sem er svo mikið moodið og sögursviðið og allt sko þannig að, já allir sem syngja með nákvæmlega bara svona hvernig atmóðið er á heildaverkinu þannig að sé alveg örugglega ekkert eitthvað sem að já, fer út og syngi þar en þú veist en ég meina sko, það er hljómar eins og sé heilt ævindur út af fyrir sig að vera í Praga-filmskóla en svo líka ásamt því ertu búin að vera að fara alla anskota af bara svona hliðar og harkliðum bara, þú veist, sem bara klippari sem tökumaður og þú veist, hvernig getur þú sagt mér aðeins frá bara, þú veist ég ætla ekki að segja svefnrútínu en bara svona harkrútínu er búin að vera alveg immens já. Og líka þú veist, fólk hefur kannski verið að bara, já, þú ert hérna, þú veist, nýr stíin upp á sjónasviðið og þetta en ekki margir vita að fullt af Íslendingum og fleiri víða hafa séð verk frá þér án sem gera sig grein fyrir því. Já, ég held að alveg flestir séð eitthvað sem ég hef komið að. Ég kom, já, eftir Prag kom ég heim, ég vann hjá Nútímanum í 2 ár sem var bara frábær skóli að vera að gera endalaust af vídeóum, klippa og koma upp með hugmyndir og svona og þessum hraða líka já, einmitt, það er, þú fær ekki tíma til þess að, þú veist, second guessa þig sko, það er bara út með þetta sem er mjög frelsandi í raun og veru svo vann ég mikið hjá Scott Production sem er frábært fyrirtæki og það var ég að klippa einmitt viðtalsþætti með loga og einhverja samfélagsmiðlaauglýsingar og svo Steindakon einmitt sem var mjög krefjandi af því að ég hafði aldrei, þú veist klippt grín þætti, þetta er náttúrulega ferðaþættir og svona en það var alveg maður þarf að detta í ákveðið svona headspace og já og svo hélt ég áfram í gríninu og klippti hana uppstand með Ara Eldjárn sem fór á Netflix, það var mjög skemmtilegt ég var eiginlega þegar ég var að klippa þá vissum við ekki, ég vissi allavega ekki hvert að færi sko það var mjög skemmtilegt verkefni og alveg bara áhört, ég hafði aldrei pælt einhvern veginn í því, já, hvernig eru uppistönd hvað er reglunar og þannig að ég var að horfa fyllt á uppistöndum og það var mjög skemmtilegt Þegar þú ert að klippa þessu verkefni fyrir einhvern annan farið þér svona tendast til að koma svona nei, ef ég er aðeins svo mikið að experimenta þá er ég kannski farin way off og þá þarf að resetta mig eða þú veist, ertu meira minna bara í góðum díalóg við hvert sem er eða er bara trustið sett á þig eða svona hvernig Það er mjög mismunandi af því það er náttúrulega stór munur á eins og Steindakon, þú veist, hver einasti þáttur var bara sitt eigið genre. Já, í rauninni, já. Þú veist, það var einn þáttur þar sem er fara á Drachenkon sem er svona larphátíð, þú veist, fólk að skilmast og eitthvað og ég meina, ég og leikstjórinn, þú veist, vorum bara að horfa á Lord of the Rings senur og ég var bara að skoða bara hvernig ég klippt þar fyrir sko bardasenunar og alls konar svoleiðis pælingar
og svo allt öðruvísi eins og þegar ég fara á UFO-con þá var maður að skoða svona meira einhverja svona thrillers eða svona, hvað segir maður, svona samsæriskenningamyndir og X-Files og eitthvað, þú veist, ég var alltaf svona að reyna að detta í klísjunar, jú en já, það var mjög skemmtilegt sko. Þú veist, í rauninni stílfæra kunnulega, alvarlega móti ofan á grínið sem verður svo ítt, sérstaklega þegar þú ert með bara 6 þætti og 6 mismunandi genre, þú veist, þegar hann fer á luftgítarhátíðina þá ertu bara samadóttin í einhverja Will Ferrell mynd, Blades of Glory, svona underdog, hero, þú veist, söguna það er rosa mikill lærdómur að vinna þeim þáttum Og varstu alveg meðvitaður að þú vildir alltaf klippa þína fyrstu kvikmynd? Þú veist, finnst þér ennþá, þú veist, færðarlega Ég reyndi að fá alla klippa en svo, þú veist, einhvern veginn fattaði ég bara hægt að rólega að ég þurfti að gera að því að hún mótaðist líka svo mikið í klippinu. Ég raun og veru á einn tímapunkti þá var ég búin að vera að vinna svolítið við heimildæfni og ég ákvað að taka bara það approach á þrótt. Ég bara hendi handritinu og hugsaði bara, ok, hér er hráfnið mitt bara, ok, hvað ætla ég að gera, þú veist, þannig að struktúrin á myndinu breyttist í klippinu Þú veist, það fór út karakter og eitthvað svona, ekki? Jú, eitt einhverjum, þú veist, sögþráðum og svona, hún var tróðin Var það bara til að, þú veist, kondensa eða varstu orðin bara svo, þú veist, desensitized af köttin áður eða fannst þið bara þurfa að snirta einfalda? Já, meðan þurfa að snirta og allt sem einhvern veginn tengdist ekki svona megin, ég veit ekki, boðskapnum eða svona, já, allt sem var bara eitthvað svona auka svona bakað inn í þeman já, eitthvað sem var bara til að flækja plottið og var ekki að hjálpa beint sko þemanu það fekk að fjúka og þú veist eins og fyrsta sýningin sem þú sýndir, það var í Praga, ekki? Það var svona fyrsta frumsýningin á henni, þannig séð já, sko, hvað, á tilbúinni útgáfu var hún tilbúin? Nei, sko, við sýndum hana fyrst, það er langt síðan það var bara fyrsta klipp eða eitthvað svoleiði, sko Nei, þegar ég sýndi hana í alveg fyrsta sinn, það var bara, held ég bara einhverjum 4 mánuðum eftir, 3 mánuðum eftir tökur, sko, það var bara hendi klipp hratt og sýnt og það, þú veist, mér finnst algjör snild að testa kött. Eftir þessa fyrsta sýningu, þá var ég bara, ok, ég hringdi í leikarna og bara, við erum að fara í tökur. Bara við erum að fara 3 daga í tökur, ég þarf að skrifa nýtt efni. Og bara byrjunin á myndinni, í raun og veru fyrstu 7 mínúturinn eitthvað, það hafa tekið árið seinna, sko. Bara að því að vantaði. Þannig að mér finnst rosa gott að testa. Voru einhverju sérstaklega reffar svona eins og í ákveðin mótíf milli ykkar Nicole, eins og með abstrakt-sinirnar eða bara draumkenndarsinir almennt sem að höfðu einhverju svona ákveðna DNA-rætur, bara eins og svona, já, gef mér smá David Lynch hérna, pínu svona hérna eitthvað. Jó, við vorum oft að reffa bara önnur skot og svona, við skoðum rosa mikið listaverkum, eða málverkum fyrir lýsinguna, hún var, já, en það eru sko, ég held að séu 3 reffar í Bridges of Madison County í þessari mynd. Ég vissi það. Er það ekki? Nei. Og alveg bara á súrum momentum. Það er líka sko, er ekki líka sér hugsaður stíl fyrir hvern af þessum 3 karakterum? Jú. Þú veist, ef ég man þetta rétt, þú veist, þannig að Arna er miklu meira svona, hún er rosalega jittery og svona óróleg. Já, og klippið hraðar. Og miklu meira bara eins og sé bara í sínum eigin svona Kolsvalla 24 þætti, svolítið. Alltaf rosalega mikið einhvern veginn hérna, hvað sem ég ætla að segja hérna steadicam skot. Nei, bara handheld. Já. Við settum bara mjög þunga kamera á Nicole og letum hann að halda á henni í 12 tíma. Bára er basically bara, eða þessi að Ragna persóna Báru, hún er basically bara það er eitthvað eins og bara, hún fá ekki eins og að fá, þú veist, hérna Dolly eða neitt, hún þarf að lappa inn í ramman er alltaf ekki að færa sig fyrir hana hún er bara í einhverju sko sænskra heimildamynd frá 1960 basically bara, og Nicole, henni fannst rosa gaman að búa til ramma inn í ramma utanum hana, bara eins og hún var í búri eða eitthvað sko. já, bara að læsa hana inn einhvern veginn og maður þarf alltaf að passa sig á hversu langt maður tekur svona hluti að því hugsunum þarna er að sína fram á hvað lífið, sérstaklega hann í byrjun sko, er einsleitt og bara leiðilegt en það má náttúrulega ekki vera auðvitað viltu sína fram á þessi leiðilegt svona, en maður þarf alltaf að passa sig að fara ekki alltaf langt með það og drepa áhorfendur. Já, svona Treebeard-syndrómið í rauninni, þess að Peter Jackson vildi gera Treebeard leiðilegri og leiðilegri en á kostna áhorfenda. Einmitt.
en svo færi Ragnar svona smá hreyfingu inn í myndinni sko. Júlíus, þá var ég bara að hugsa þar var svolítið bara old school Hollywood það var bara, það ekkert handheld það ekkert á þrífæti eða sko, það ekkert engin læstiramar, það alltaf á hreyfingu mjög stílisarað og hann bara svolítið svona, hann kommandar meira en minna svona, eins og Nicole sagði einhvern tímann við mig sko, það eins og hann sé nánast að toga kameran að sér af því hún alltaf að fara að honum bara eins og hún sé segull það er pæling hvernig þú veist hvað tekur svo við í rauninni? Ég veit að þetta er svona örugglega eins og að spyrja einhvern sem er nýbúin að fæða barn hvernig var hlaðið næsta? Hvernig farið svo heim á spítalunum? En bara svona, ertu með einhverjar hugmyndir? Ertu með, svona eða bara bíða og sjá? Já, sko, ég með alltaf margar hugmyndir en ég svona komin niður á 2 hugmyndir ein rómantísk gamanmynd Viti menn Já og hinn hrollvekja ekkert yfirnáttúrulegt reyndar bara mannfólkið sem náttúrulega mest hrollvekjandi af þeim öllum ég næ aldrei að ákveða mig nákvæmlega hvað, það fer svo mikið til skapinu ef ég svona eitthvað smápiraður eða eitthvað þá ég bara, ég ætla að gera hrollvekjuna og ég ætla að gera hana ógeðslega og svo róast ég bara, nei, halló, ég að búið til afþreyingu þú aldrei pælt ég bara samina þetta, taka bara Shaun of the Dead það mjög áhært sko. En handritin mjög langt komin sko. Ég bara í raun og veru mér langar bara að fara að finna leikarana sko. Það líka gott flex, mér sem það fyndi það af öllu eftir að bara svona, já, romantíski gamanmyndir svolítið svona, já, það getur verið svona kavíatið sko, sem reyndar ég skil ótrúlega bara svona vividly út því að ef eitthvað sem ég finnst fátt erfiðar að horfa á það eru lélegar grínmyndir leiðilegar hrollvekjur eru nálægt í en lélegar grínmyndir þá er það sko bara Grown Ups 2 level glötun þetta bara, tíminn getur ekki liðið hægar í svona tilfellum Nei, það var ekkert eftir Nei, og sérstaklega sko komið það lélega rom-com grínmynd sem konstrukt í svo mikinn svona predetermined ramma maður bara eitthvað svona tímasetja, hérna kemur besti vinnur og segir eitthvað fyndið og hérna kemur konfliktið sem leiðir inn í akt 3 og ég er alveg ánægð með handritið sko að romantíska gamanmyndinni ég held að sé alls ekki típist eða þú veist, auðvitað hefur þú veist, það náttúrulega til miljónir kvikmynda en það allavega ekki sko akt 3 hlaupa eftir rifrildi, þú veist ég meina, listi bara eðlisinn alltaf respons við hvað undan kemur, ég meina, þess að bara tala með klísjur oftast klísjur þetta bara mjög mikið af klísjum hef ég upplifað bara svolítið svo raunhæfar einmitt, og mér svo áhugavert að þú veist, horfa á myndið þegar maður ég veit ekki alveg, já, þú veist, þegar maður að vera eldri að maður byrjar að tengja meira við klísjunar þú veist, leið maður búin að upplifa þær Já, hversu oft hefur einhver sagt bara, vá, ef þetta væri bíómynd myndi enginn kaupa þetta lífið einhvern veginn alltaf meira bizarr heldur en skáldskapurinn og skáldskapurinn gengur út að fanga hvað lífið abstrakt fyrirbæri meira að minna og þú veist, í einhvern veginn í þessu samhengi þá bara já, þú veist, svona hvar kemur síðan þín rödd inn í þetta og það sérstaklega að þitt respons við romkomi væri rauninni bara svona, ok, já, en þetta það sem að mér finnst þér romkomi sem kannski ég hef ekki séð áður þú veist, og þetta setjum miljónir romkominda það líka alltaf svona worthy inspection on its own þú ert bókstaflega svona að koma leið mér að prófa svona mitt og þá kannski færi maður eitthvað eins og við vorum að tala um þetta off-air og var ekki, þú veist, 2010, 11 allavega á einhverju 6 mánaða spanni fengum við sömu myndina 3 sinnum No Strings Attached Love and Other Drugs og Friends with Benefits þetta sama myndin en þú veist, nálganirnar að gera ólíkar alveg þú veist, annars verður með basically sama plott í öllum en það mismunandi alvarleikastig, mismunandi hvernig tónaskiptingin mismunandi chemistría mismunandi, þú veist, vikt þannig að þú veist, þetta svona og í þessu tilfelli, þú veist, þar set ég kavíatið sko No Strings Attached romcom sem ég var að tala sem að ég bara, þú veist, ég bara góður ég þarf ekki að horfa á svona myndir þegar að ég get hort á Love and Other Drugs og Friends with Benefits þegar maður getur hort á gott stöf og svo líka, ég meina það enginn að fara að segja mér neitt annað en að þú veist,
að Before Sunset sem er alltaf ekki rom-com skilur við, það er bara ef aðeins skotið en Before 3-leikinn sem ég veit ódýrkar allir eiga að dýrka var að horfa Before Midnight í gær það sem að þú veist ég get ekki hort á Before Sunset á þess að koma að þetta er thriller er þetta drullu þú veist, snigla hægfara lágstendur thriller 100% en ég hef aldrei verið jafn spenntur bara út af banderi og dialóg og kemistríu að eitt par og smá spoiler Before Sunset þetta er einn romantískasta mynd sem ég hef séð á ævi minni og það er aldrei, pari kissist aldrei Nei, og sko ef að Sunset er thriller þá Midnight er náttúrulega bara hrollvekja já það er alveg, þú veist, það eru moment í Midnight þar sem ég fæ miklu mér sting í líkamann en bara á ég sko, mér líður bara eins og ég horfa með pappa rífast ég er bara svona, að ég fara út bara eitthvað svona, ok það lækka en ég meina, það er máttur dramasins þannig að, þú veist, þetta er en þetta er það sem að mótar okkur líka þannig að, þú veist og smekkurinn og allt sem einhvern veginn svona súmir þér það er náttúrulega, þú veist, bara fítar inn í hvernig listamæður þú ert og vilt vera og þú veist já, bara halda áfram að expressa og tjá þig já, ég geri það og ég meina, þetta er allt alveg einhvern veginn gegnsúrt vænti ég meina, hefur ok, áður slútum þú hlýtur að hafa fengið svo far eitthvað svona dude, er þetta Seinfeld-reffi með vandalega, er þetta bara svona eða þarf virkilega samtal við þig ég held bara eitt vinur minn hefur tekið eftir því en þetta er Seinfeld-reffi á sjálfsögðu Vandalega Industries það er fyrstu sem Nanna kona mín sagði mitt þegar maður bara, hefur það séð Seinfeld? Ég held þetta sé sko á þeim tíma þegar ég bý til þú veist, nafnið á fyrirtækinu og bara haha, Seinfeld-reffi þú veist, þá var þessi mynd ekki svona alvarleg fyrir mig, eða þú veist ég vissi ekki að við værum að fara að setja hér og ég væri að fara að sína og er að sína í Laugarásbíó hefði ég vitað það hefði ég kannski hugsað aðeins meira á ég bara að ég vera lúmskari með Seinfeld-reffan en mér það líka bara skemmt en þú tókst go for it leðina þú veist bara hei, þetta er ég veit, og óvissan er líka svolítið key og mér er það ekki líka bara næstu sérlega betra að hafa orðið fyrir svona óvænta experience bara svona holy shit, já, ég fekk hann actually hún er komin í bíó þú veist, athygli úti hátíðir og einhvern veginn svona recognition og þetta svona, þú vilt ekkert hafa þetta í augsýninu strax, þá ert eiginlega bara svona keitra til, ok, hvað myndi bíó sætta sig við, skilju, hvað myndi þetta krát þú veist, þú ert bara fyrst og fremst að standa á þínu í rauninni að leggja þín eigin teina fyrir lesum, veist ekkert hvert að fara ég hef ekki hugmynd, sko, ég get ekki ég plana kannski mánuð fram tíman þannig að ég hef ekki hugmynd hvað er að fara að gerast næst já, en þetta er búið að vera óslega gaman að þetta kynnast ferlinu og hvet bara einhvern veginn svona líka sem flesta til að sjá hana í bíósal já, sjá hana aftur út af því að þetta er líka ég myndi persónulega færa upp fyrir því að þetta sé eitthvað sem en hansar það, hún er ekki gefar öll svörin, hún er af ákveðnu hérna svona nei, þú veist, hún er eiginlega mjög svona sérsniðinu svona silki í rauninni já, hún er krefjandi einhverju leiti en þú veist, það er gefandi að púsla þessu saman þetta er sem amma mín myndi segja, þetta var spesmynd og þá venjulega sko, en venjulega þegar hún segir það, þá bara, hvað myndast þú horfa? Ó, mér finnst það náttúrulega geggjuð einmitt já, bara, þetta er eins og þegar að amma og afi fór á The Lighthouse og svo ég má aldrei aftur mæla með kvikmyndum sem ég sagði þeim ekki að fara á hana en leiðu þau sögðu þetta, ég held að ég hafi ekki verið búin að sjá hana þú mælti bara með Lighthouse sem bara eins og maður gerir nei, ég gerði hann ekki, en þau bara tengdu mig við myndina einhvern hálf en leiðu ég heyrði þetta, bara versta mynd ever, þá sko, ég var mættur á næstu sýningu það er ógeðslega fyndið 5 stjörnu mynd þetta er svona minnum á þegar eins og ég hef aldrei skilið þegar fólk kemur kvartandi út úr bíómynd sem það, þú veist, sem ég hef bara borgað með hann á Son of the Mask og ég kem svo eftir myndina og bara, það var endurgreitt bara svona, af hverju, ég tók ákvörðuna að borga minna, ég tók áhættuna þó ég hef verið ósáttu við vöruna ég get ekki klára hambúrgar og vera bara, nei, ég er ekki sáttu við þennan hambúrgara nei, sumi skoðan alltaf bara Rotten Tomatoes prósentu við eða eitthvað skoða ekkert annað og já, og þú veist, alla myndir er ekki fyrir alla, það er bara þannig og þú veist, til þess að eitthvað virkilega heiti í marki á einhverjum ákveðnum hópum það sem gerir Before trilógíuna svo mökk leiðilega fyrir svo mörgum hópum eru nákvæmlega ástæðunar eða síðan ástæðunar hvað ég til mig styrka er
bara svona, það er, þú veist, það er, já, kontrastinn og, þú veist, og leifir sér líka bara svona einhvern veginn að annar helvits Tarantino refri, ekki setja því svona above the movies, skilur við, leifið myndin, þú veist, sérstaklega eins og með upprýsum svona internetkultúr, svona YouTube-gaggrinda og þannig sem að allir urða eiga sitt heitasta teikið og þessi þarf að vera með umdeildari skoðun þessi og annarkvort getur bara, þetta getur þarf bara að vera slæmt eða glatað eða þú veist, já, meistarverk eða umulegt, þetta er svona resorta yfir í þetta sem að, og meiri sér þegar fólk segja, þessi mynd er bara með 50 og rotten, hún er ekkert spes. Hot Rota með 40, sko. Já, ég meina, þú veist, The Fountain, skilur, hún er eitthvað, hún er vel rotten, sko. Cloud Atlas, þetta er polarizing myndir, Mother, en þetta er myndin sem ég saklast það á rotten, þetta þýðir fólk virkilega elskar hana, eða virkilega bara triggerast yfir henni. Það er svona discussion bara í stöfið. Á meðan sko, svo er fólk bara, ég fór maður þessa mynd, nýjasta Marvel, hún var 97 á rotten. Já, einmitt, að því að allir segja hún sé fín. Já, nákvæmlega. Þeir kannski gefa henni allir 6,5 og það er bara svona, þetta er fín mynd. En það er verið að trýta þessu sér bara, já, Óskarsbörs! Já. En það er, já, þetta er ótrúlega spennandi. Bara einhvern veginn, já, fórst úr 2 vikum, beint til Prag, komin hingað og það er samt einhvern veginn að það bara að byrja. Þetta verður fokk spennandi. Já. Innilega til hamingju, ógeðslega gaman að hafa þig. Takk fyrir það.